Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við erum með fjölbreyttan og skemmtilegan þátt þessa vikuna. Í fyrrilhluta þáttarins förum við út í Voga á Vatnsleysuströnd. Þar er félagsskapur sem kallast Vélavinir. Í seinni hlutanum byrjum við leikinn í Sandgerði í fótbolta hjá gömlum kempum sem tókust á í leik Suðurbæjar og Norðurbæjar. Við skoðum einnig hótel á Ásbrú, kynnum okkur Fab Lab, kíkjum í djúpborun á Reykjanesi og tökum skóflustungu af súrefnisverksmiðju. En við byrjum á vélavinnum. Þú byrjaði að segja mér aðeins frá vélavinnum í Vogum. Hvers slags félagsskapur er þetta? Þetta er bara klúbbur með nokkrum köllum í sem hafa gaman af öllum svona ýmiss konar velbúnaði. Bara hvað sem að það heitir, bílar, traktorar, sumir fjastira bíla eða eitthvað og bara mótjól. Allt sem er knúið áfram með vél? Já, það má eiginlega segja það. Og bara öllum aldri sjálfur sér svona, þú veist, svona, ég held að yngsti sé rétt 30 og elsti er nálgast 8 sko. Þetta er eitthvað stað þar á milli. Og yngri eru velkomnir ef þið vilja, sko, áhuga þessu. Og hvað kom til að þið stofnuðu þennan félagsskap? Þetta var nú bara svona eitthvað brýri. Við vorum bara svona einhverjir vinir að spjalla, hittum stundunni í vinnu og eitthvað og þá kom svona hvort það væri ekki gaman að gera þetta bara svona reglulegum fundum og bara myndum svona hittast á einhverju reglulegum basis. Þið ætluðu að hittast fyrsta fimmtudag í mánuði en það er nú eitthvað aðeins meira en það? Já, ákváðum fyrsta fimmtudag í mánuði, seinasta fimmtudag í mánuði en svo bara vildu kallarnir hittast oftar og höfðu bara gaman af og þá er þetta bara vikulega, bara alltaf klukkan 8 á 50. Og þið eru með húsnæði undir starfseminni hérna í Vogum? Já, sveitarfélagi var það almennilegt við okkur að það lánaði okkur sem sagt afnota húsnæði sem við fáum að nota til að hittast í og er það bara besta mál. Þetta er gamla Björgunarsveitahúsið? Já, þetta er í því og þetta hús var ekkert í notkun og svona við tókum það aðeins til að innan, máluðum aðeins inn í og snýrtum það aðeins og þurfum svona kannski að kíkja á ytra útlitið við tækjaði. Hvað kveikti þessa dellu hjá þér? Ég veit það ekki sko, ég var mikið í sveit auðvitað hjá og afa sko og þar var alltaf einhver tæki og traktorar að fikta í og eitthvað og þannig að þetta kannski byrjar þar eitthvað og svo bara þróast það eitthvað, skilur við. Einn bróðir pabba til dæmis og hann með svakalega náttúrugata Pontiac og það var nú ekki til þess að minnka delluna. Þetta eru svolítið mikið trillitæki hérna hjá þér í skúrnum? Já, ég er gaman að svona 8-cylindra bílunum helst, svona meira, en já, þetta er svona einhverjir. Hver var fyrsti bílinn sem að þú eignaðist svona, sem þú mundir geta sett undir þennan hatt? Það er þessi Barracuda sem er hérna inn í skúr, 69 módelið. Eignast hann 18 ára gamall, 18 nú stutt. Það voru aðeinslega fjárhagsvandræði þá. Maður átti ekki alla peningur í bensíni og svo bilaði sjálfskiptingin og maður skipti hana og bilaði hann aftur og þá var nú svona erfiðar þetta og þannig að þá var ég skipt upp einhvern ítalskan, einhverja ítalska riðdós og og sá strax eftir því og hafði mikið leitaði lengi þangað til að loksins datt hann og kom aftur á sölu og náði þá að kaupa hann aftur. Búin að safna pening fyrir bílunum aftur? Já, það má segja það sko, ég náði að kaupa hann aftur sko. Þannig að það var bara besta mál, mjög ánægður með það. Hvað getur þú sagt mér þennan flota þinn? Hvers slags bílar er þetta sem að þú ert að safna að þér? Mest er þetta nú bara ameríski bílar og ég er svolítið hneigður í Mopar 8, þannig að Chryslerinn og Plymouthinn og Dodgeinn og það sem því fylgir. Og en ég er nú með Bronco og svo á ég Chevrolet van líka. Þannig að Broncoinn kemur til að því að
Faðir minn, hann var mikið með Bronco þegar ég var yngri og man ég eftir nokkrum ferðum frá Bíldudal til Patreksfjarðar í misjöfnum færi á Bronco og þannig að það varð að vera eitt svoleiðis í safninu. Það var ekki hægt annað. Í hvaða ástandi hafa þessi bílar verið þegar þú varst að eignast þá? Yfirleitt í afleitu ástandi. Maður er ekki með mikið að lausafé en ég get unnið í þessu. Þannig að ég kaupi og yfirleitt reyna að ná þeim ódýrt og legg frekar á mig meiri vinnu og vinni þetta allt sjálfur. Og þannig yfirleitt eru þeir í lélegu ástandi þegar ég eignast á svona flestir. Þú ert svona eiginlega að taka á til þín hérna bara í ruslapókum svona alltaf því? Já, sumir kom í kössum, ansi mörgum kössum. Þannig að það er misjafnt ástand. Og margir mikið ryðgaðir og þannig að það er bara þannig. En þú ert að vinna alla vinnuna við og alveg, já, má segja upp í málingavinnuna? Allt saman mála líka. Ryðbæti mála, tók upp mótorinn í þessum og nújórkjöldum hjá mér, tók alla í spað, skiptum allt í þessu. Og já, ég fyrir alveg, tek allt í gegn bara sjálfur. Hvernig að nálgast varahluti í þessa bíla? Það er nú misjafnt eftir tegundum. Til dæmis þessi Bronco hérna, það er allt til í þá. Það er bara, ef þú átt nóga feitt veski, þá getur þú keypt bara nánast bíl frá grunni. En svo eins og Chrysler Nújórkjörn sem við hliðina á það er erfiðara. Þeir eru ekki farin að framleiða neina afturmarket hluti í þá. Þannig að maður er í vandræðum bara með litla gúmi þéttikanta, sko. Hvað er þetta að fá þessa hluti? Ertu að finna þetta á netinu? Já, kaupið þetta bara á netinu. Það er eBay, það er hérna Summit og eitthvað svona bara hinn og þess að partasölur Ameríku. Til þess að í Nújórkjörn fekk ég, hann var klestur hér í fekk hann. Kaupið ég stuðara, frambretti og það bara partasölu í Texas. Þannig að það var svona kostnaður í því. Er eitthvað svona samfélag á netinu utanum ákveðna bíltegundir þar sem þú getur leitað af ykkur? Það er það, sko. Það er þetta sérstaklega eftir að Facebookin kom, það var auðveldara að detta það, finnst mér allavega. Það eru allskyns síður sem maður getur leitað og spjallsíður sérstök módel af bílunum, sko. Þannig að það hefur nú hjálpað mér eitthvað. En yfirleitt reynir maður að bjarga sér hérna heima með þess að maður nær því að það er svona dýrt að flytja þetta inn, flutningskostnaður mikill og tollar og gjöld. Eru menn sem eru í þessu, eru þeir að reyna að hafa þetta sem mest orginal? Það er nú allur gangur, sko. Ég er ekki akkurat þar endilega. Ég er svona, reynir nú samt að vera með svona Ford vel í Ford og eitthvað svona, en ég er ekki alveg fastur á orginalunum, sko. Þannig. Að útliti sig svona næsti, kannski? Já, mér finnst það gaman svona þó, kannski ég breytum lit frá orginalunum. Þessi bíl kom ekki kannski svona litin orginal og eitthvað svona. En svona, það er alltaf hægt að fara tilbaka. Ég svona reyna að halda það kannski þannig. Þú getur auðvitað að fara tilbaka í orginalunum svona flestu leiti, sko. Þannig að það er ekki að skera á mikið upp nema að það væri þá bara það lélugu bíl að vera auðvitað að smíða hann sem eitthvað annað. En hvað gerir þú svo við þetta? Ertu að draga þetta fram á sunnudögum í góðu veðri og fara með fjölskylduna á rúndinn? Já, það kemur nú fyrir svona, maður reynir það, er nú helst þannig, maður fer ekki út í það leiðilegt veður, ekki ég allan sérstaklega ekki á þessum bíl. Þetta er bara, já, maður bara geymir þetta stendur inn í skúr mest megnis, en reynir að fara svona einn og einn rúnd. Það er talað um það að það sé óvenju hátt hlutfall af svona einhverjum söfnurum hérna í Vogum, svona sem eru með gersemar í skúrnum hjá sér. Já, það eru þó nokkuð margir hérna, með höfðatölu við tölum það, þá eru þó nokkuð margir og hvort sem eru bílar, traktorar eða bara gamlir munir og bæku veit ég og klukkusafn og það er ýmiss konar safnarar hérna leynast í Vogunum. Við skulum kíkja á einn, hann Anton. Já, gerum það. Hvernig kom til að þú fórst í þennan félagskap, hérna vélavinir í Vogum? Við stofnuðum þetta, strákarnir, var það ekki 2012? Voru við nokkri stofnfélagar og þetta var að koma, menn voru með svona, það eru mikið fleiri hérna raunlega með bíla, sko. Það er víða í bílskúrum hérna í Vogunum, svona grams? Já, það er víða, sko.
Bjarni nú einn með öll þessi hjól. Hann í vélavinnum. Gatan bara full af hröfnur. Já. Mjög mikið atriði að konan með mér í þessu þannig að hún ekki á móti þessu því að það komið í ljós að hún veit á hvar ég er. Ég ekki á einhverju flekki, hún veit að ég í skúrnum. Og þú ert öllum stundum í skúrnum? Nei, ég segi það nú ekki en ég mikið í skúrnum, sko. Ég búinn að gera upp fleiri traktora, þeir konur frá Selfoss og það var Maxi Ferguson, þetta Farmal Kúp, hann ættar austan á Skeiðum og hann og fleiri stöðum því að hann kom allur í bara smá eitt stykki kom þarna og annað þarna og ég hef verið að reyna að tína þetta saman og hann sérstætt búinn. Það bara ef ég set hann í gang fyrir þið núna, ég gerði það einu sinni sett hann í gang inni og ég held að það væri eitthvað farin einhver lega en þá fór brunabóðin á stað. Þannig að ég Við látum það eiga sig. Já, ég held að maður sé ekki, hann svo næmur brunabóðin hann að hann fer að íla strax. En hvar færðu, þú þarft að kaupa fullt af íhlutum í þetta. Hvað ert að fá í þetta varahluti? Þetta í þennan keypti ég mest frá Bretlandi, en aftur í þennan frá Hollandi. Þeir eru með, það hægt að fá allt í þá frá Hollandi í Deutschen. Hvaða munur á þessum tveimur vélum? Já, þetta svona, hún minni þessi, sko, þetta 11 hestöfl en þetta eitthvað 15-16 og hann hraðskreiðari þessi en þessi aftur svona þyngri en hann mjög, sko, hann dregur ekki minna og til dæmis Farmal Kúp, hann var álitinn einhver besti sláttutraktor sem til var því að hann var svo lipur. Og eins og Anton bent á áðan, þá enn einn vélavinnurinn í götunni. Magnús Sigurðsson með fjölmörg mótorhjól í innkeyslunni og eitt þeirra komið á fertugsaldurinn. Yamaha sem Magnús hefur átt í tæpa 2 áratugi. Ég á þetta hjól. Þetta elsta hjólið, þetta 32 ára gamalt. Ég búinn að eiga í 19 ár, eða rúm 19. Hún endurbyggja það alveg frá A til Ö í rauninni. Svo hérna, þetta mitt hjól, ég það búið að fylgja mér þessu tæp 20 ár. Þetta fyrsta árgerðina sem kemur með þessu útliti og það var framleitt svona alveg eins. Þangað til það var hætt 2000 eða 2002, ég ekki alveg klár á því. Hérna, þetta mitt hjól og verður mitt hjól og ég hef verið spurður nokkuð hvort þetta sölu og það ekki til sölu, ekki nema fyrir þá einhverja óhugnalega upphæð. Þetta bara verður? Þetta verður stofust á sennilega endanum. Hvernig verður svona ofur ást á svona grip? Bara tilfinningarlegt gildi. Þetta búið að fylgja mér bara eins og ég segi. Ég keypti þetta fyrir rúmum 19 árum og þetta bara já, þetta einhvern veginn, þetta bara virkar. Við náum bara vel saman í þetta hjól og ég get ekki hugsað mér að láta það nokkuð tíma frá mér. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia
fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Mikilvægasti knattspyrnuleikur ársins í Sandgerði fer jafnan fram á Sandgerðisdögum. Ekki að ræða leik á Reynismönnum, heldur eru það hverfin sem etja kappi. Keppni milli bæjarhluta í fótbolta á árum áður þótti stór viðburður og æfðu menn á grasblettum allan bæ, þar sem grasrót framtíðar Reynismanna varð til. Stofnuð voru hverfalið í Sandgerði á sínum tíma. Í Norðurbæ var það Vír fútbolklöpp sem réð ríkjum, en Elding United hélt merkjum Suðurbæjar á lofti. Myndirnar sem hér lifa undir eru úr vítaspyrnukeppni sem haldin var fyrir stórleik bæjarhlutanna. Glæsileg tilþrif í markinu. En snúum okkur nú að stórleiknum sjálfum. Gamlir yfir úr boltanum létu ekki smá rigningar úða á sig fá á Sandgerðisdögum að þessu sinni þegar framfór hinn allræmdi slagur milli norður- og suðurhluta Sandgerðisbæjar í fótbolta. Það fór lítið fyrir hraðanum í leiknum í elsta aldursflokknum, en reynslan skein af hverju andliti eins og sjá má á þessum myndum. Forna keppnisskapið var ennþá til staðar, þó svo að allir hafi verið léttir og kátir í leikslok. Sjónvarp Víkurfrétta ræddi við þá Pétur Brynjarsson úr sigurliði Suðurbæjar og Jón Örvar Arason, markvörð Norðurbæinga, sem þurfti þrívegis að sækja knöttinn í eigið mark. Hvað segirðu, það er alltaf að vera erfitt að tapa? Það er hundið að tapa, en þetta skýður bara svo sjaldan hjá okkur í Norðurbænum að tapa leika. Það kom fyrir núna. Hvernig er þessi rígur? Þetta er ennþá sami hitinn í þessu gamla dag? Já, það er bara rétt í þessi 2 tíma hérna á Sandgerðisdögum, svo er það búið. En það er rígur, það á meðan því stendur, já. Fyrir þá sem ekki þekkja hérna til bæjarins, af hverju er þessi rígur á milli þessar bæjarhluta? Það var bara hérna í gamla daga, þá var spilað bara í svona hverfafótbolta. Í Norðurbænum og svo var eitt í Suðurbænum, sko. Og það var spilað frá móti til kvölds alveg, flest alla daga. Hvað segir Pétur, er þessi rígur ennþá til staðar eins og var í gamla dag? Já, hann er ekki minni í dag heldur en í gamla dag. Menn eru bara geta orðið minna svona líkamlega, en meira bara þess vegna meira yfirlýsingaglaðari og grimmari í munnunum. Er alltaf gaman að sprikla aðeins með strákunum? Já, alltaf gaman. Alveg yndislegt. Og hvor bæjarhlutin var nú betri hérna í gamla dag og er betri þá núna? Sko, Suðurbærin hefur alltaf verið miklu betri. Sko, það bara fæddust og ólust upp betri knattspyrnumenn þar. Norðurbærin er svona að reyna að hanga í okkur, en það hefur bara ekki tekist. Hvernig fannst þessi leikur hérna í dag? Hvernig spilaðist þetta? Við förum svolítið í taktikinn aðeins. Þeir náttúrulega svinduðu í hálfleik eins og venjulega. Þeir settu inn unga stráka eins og við sáuð. Við vorum yfir í hálfleik eins og settu við sprækustrákana. En hérna, jú, þeir unnu sanngjarnt. Akkur er Suðurbærin svona betri? Það er bara eitthvað í vatninu þar. Þið höfðu allavega núna erfiður leikur, menn svona finna það eins fyrir þessu? Nei, það var bara létt. Við áttum að vinna þetta stærra. Það er ótt að segja andi varnarliðsins svífi yfir vötnum í nýjasta hótelinu á Ásbrú. Við vorum við vígslu Base hótelsins, en það er í eigu Skúla Móesen hjá Vá. Skúli heldur áfram hér á Suðurnesjum og hér eru þið búin að byggja Base hótel og þú Sandgerðingurinn sem komst hér í vinnu á meðtíma. Segðu okkur aðeins frá þessu. Þetta er nefnilega mjög skemmtileg koncept sem við erum að koma með. Nú er ég búin að vera 15 ár út í Danmörku á hótelum og þar er maður yfirleitt bara með eitt koncept á hóteli.
þar maður með 3-4 stjörnu hótel og þar ertu með doppelherbergi eða svítur eða eitthvað svoleiðis. En hérna erum við með allan skalann. Þú getur komið hérna bakpokaferðalangur sem vil spara peninga og fengið koju alveg niður í 3 og 9 nóttin, eða þú getur komið heil fjölskylda, 6 manna fjölskylda og leiktir stórt og mikið fjölskylduherbergi. Þú getur fengið svítu þar sem ísskápur og smá svona herleg heitt. Þannig að það allur pakkinn. Við erum hérna með 2 byggingar og í annari byggingun erum við með stórt og skemmtilegt svæði með bar og móttöku og fullt af lounges og fyrir ofan hana erum við með stórt og mikið leikherbergi og púlborð og spilakassa og skemmtileg heitt. Þannig að þetta raun og veru allur pakkinn sem hérna. Og hvað þetta mörg herbergi í heildina? Þetta eru 121 herbergi tótal. Já. Og þetta eins og margt sem gert hjá skóla, þetta búið að gerast mjög hratt. Þetta búið að gerast mjög hratt, já. Ég var sem sagt í vinnu í Danmörku og var boðaður í viðtal 16. maí klukkan 16:30 og bara kortið 20 mínútur seinna var ég bara byrjaður í starfinu og mættur á fund með hönnuðum og smiðum og farin að leggja mitt að mörkum hvernig móttakan ætti að vera og leggja strax til málana með breytingar og þess háttar og við opnum hérna fyrir fyrsta gesti 1. júlí. Og hvernig hefur verið síðan þá? Þetta búið að vera mjög mikill rússíbani en ofboðslega skemmtileg. Skemmtilegasta sem ég tekið mig fyrir hendur nokkuð tíman en að sjálfsögðu erfitt líka en mjög skemmtilegt. Þið eru hérna á gamla varnarsvæðinu, það svolítið stemmingi við því? Algjörlega og þess vegna höfum við í staðinn fyrir að reyna að fela blokkirnar og fela það hvað þetta var og hvað þetta er. Þess vegna til dæmis titillinn Base Hotel. Þannig að við fögnum því og til dæmis í loungeinu sem er gamla vopnabúrið sem hérna erum við búin að hengja upp gamla muni og hengja upp kafteinahatta og þess háttar og getið séð á heimasíðunni okkar einmitt sögu Baseins og þess háttar þannig að við leggjum mikla áherslu á að halda í þessa sögu. Í þessu eins og öðru þá hefur þetta bara gengið vonum framar og ég bara þakka öllum sem kom að þessu verkefni so far innilega fyrir. Þetta hefði augljóslega ekki verið hægt án ykkar aðstoðar. Jafnframt ítreka að þetta ævintýri er rétt að byrja og ég lét hafa eftir mér fyrir nokkrum árum síðan að hérna Suðurnesin þyrfti að geta risið upp úr svona, hvað skulle segja, ákveðinni lægð sem hefur ríkt á svæðinu núna í nokkur ár því að þetta væri sætasta stelpan á ballinu. Og ég held í dag eru náttúrulega svona fleiri og fleiri farin að átta sig á þessu og það alveg ljóst að tækifærin hérna eru óendanlega mikil og ef við bara höfum gæfu til þess að taka réttu sporin þá mun þetta svæði blómstra sem aldrei fyrr. Undirritaður var samningur FabLab-smiðju í Keili í vikunni. Smiðjan er samstarfsverkefni atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins, Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Keilis. Markmiðið með starfsemi FabLab á Reykjanesi er að auka þekkingu skólafólks og almennings á persónumiðaðri framleiðslu og stafrænum framleiðsluaðferðum. FabLab er svona, getur sagt, stafræn smiðja, það er nútíma smiðja, þar sem að almenningur og skólafólk getur fengið aðstöðu og aðstoð til þess að fá útrásuna fyrir sköpunarkrafti sínum. Þarna eru alls konar tæki og tól eins og róbótarnir sem við erum með hér, 3D-prentarar, bara nefndu það og fólk getur komið með sínar hugmyndir og farið svona í allsherjar sköpun. Við leggjum til Hackit sem fólk kannski þekkir, það kemur inn í FabLabið, aðstæðan hér í smiðjunni hjá Keili, efnafræðistofan hjá Keili og þannig má áfram telja og svo kemur aðstæðan í Fjölbrautaskóla Suðurnesja ef á þarf að halda. Íslenska djúpborunarverkefnið er hafið en búið að bora og fóðra djúpborunarholu á Reykjanesi á 3000 metra dýpi. Stefnt að því að bora niður á alltaf 5000 metra dýpi. Þetta í fyrsta skipti sem borað svo djúpt á jarðhitasvæði á Íslandi og líklega á háhitasvæði í heiminum öllum, segir forstjóri HS Orku. Og hvað að gerast þarna niður á 3000 metrum? Það náttúrulega fyrst og fremst heitt berg og vökvi. Þarna hitastig yfir 300 gráður og núna hin eiginlega djúpborun að hefjast. Það að segja að bora niður fyrir 3000 metra og áformað að fara niður á alltaf 5000 metra dýpi. Og það mun taka haustið og líklega framundir hátíðar að klára það. Og hverju eigið þið von á niður á 5000 metra dýpi? Heitt og dimmt, líklega. Það við vonumst til þess að hitastigið fari allavega á 1500 gráður, yfir 400 stig.
Stóri tilgangurinn í þessu að komast í heitara berg, heitari vökva sem hefur þá felur í sér meira orkuinnihald af því sem kemur til yfirborðs og geta þar með unnið orku á minni fleti, minna yfirborði lands heldur en hefðbundið og þar með minnkað umhverfisáhrif orkuvinnslunar. Síðan þetta náttúrulega líka rannsókn að kanna hvað undir hefðbundnu jarðhitakerfi í dag. Það hefur ekki verið gert áður með þessum hætti, aldrei. Þeir eigi von á því að svona hola sé margföld á við svona hefðbundna háhitaholu? Ef allt gengur á besta veg þá geti það orðið, já. Og þá geti ein svona hola unnið á við nokkrar hefðbundnar holur. En það ósnemmt að fullyrða það, við eftir að komast að. Fyrsta skóflustungan að nýrri köfnunarefnis- og súrefnisverksmiðju Ísaga sem rísa mun á næstu mánuðum í Vogum á Vatnsleysuströnd var tekin í síðustu viku. Fjárfestingin í verksmiðjunni 2,5 milljarðar króna. Áætlanir Ísaga gera ráð fyrir að verksmiðjan verði tilbúin og framleiðsla hafin í október árið 2017. Ísaga og sveitarfélagi Vogar hafa jafnframt undirritað viljayfirlýsingu þess efnis að stefnt sé að flutningi allarar annarra starfsemi félagsins í Voga á næstu árum. Þeirri starfsemi fylgja á bilinu 30-40 störf sem dágóð fjölgun starfa í sveitarfélaginu. Þetta verksmiðja til að framleiða súrefni og köfnunarefni og við framleiðum súrefni þannig að það verði í fljótandi formi, þannig að við getum flutt þetta í fljótandi formi til okkar viðskiptavina á sérstökum tankbílum. Það hefur aukin eftirspurn eftir þessu vöru og sérstaklega verið að fara í fiskeldi sem vaxið mikið. Málmvinnsla, það kalla ég svo þessar kísilmálmverksmiðju sem verið að byggja og hafa verið og álver og þess að þau þurfa líka þetta í sína framleiðslu. Þannig að það hefur verið vöxtur og við sjáum fram á mikið vöxt í framtíðinni. Við þakka fyrir áhorfið, viljum við minna ykkur á að við erum með ýmsa miðla frá Víkurfréttum, meðal annars þetta blað sem kemur út í hverju viku og svona leitað út fyrir 30 árum síðan. Og nýjasta blaðið getið þið séð í símanum ykkar. En fyrir kylfingana þá það kylfingur.is og nýjar fréttir á Víkurfréttavefnum vf.is alla daga vikunar. En þessa sjónvarpsþætti sem við höfum verið að gera undanfarandi 3 ár getið líka séð á Víkurfréttasíðunni vf.is og YouTube-rásin okkar sem heitir Sjónvarp Víkurfrétta. Við sjáumst að vikuleiðinni og þakkum fyrir þessari viku. Verið sæl og takk fyrir.